Við vorum einmitt saman í guðfræðideildinni við Sveinn og þá vorum við ungir og efnilegir, núna bara hann ungur og efnilegur. En þakka ykkur kærlega fyrir að bjóða mér á þennan fund og þetta góða starf sem þú ert að gera hérna í Dómkirkjunni og þakka ykkur öll fyrir að koma hér í kvöld og ég ætla bara að ræða svona almennt stöðuna í Miðausturlöndum og sérstaklega stöðu trúarbragðanna í Miðausturlöndum í dag. Og það eitt sem kannski einkennandi þetta svæði og trúarbrögðin almennt séð að það er mjög erfitt að fjalla þetta sem eitthvað svona fasta stærð að því það einasta skipti sem að vakna á morgnana þá hefur eitthvað tekið sífelldum breytingum. Þetta alltaf að breytast og fyrir ykkur sem í mínu fagi þá að sjálfsögðu það skemmtilegt að hlutirnir að breytast en á sama tíma þetta svolítið svona erfitt að reyna átt að sé að raun og veru hvert málin að fara. Og það vill þannig til að síðastliðið sumar þá var ég að skrifa bók sem ég skrifa á íslensku fyrir íslenska markað Miðausturlönd og ástæðan fyrir því mig langar að skrifa bók þetta svæði fyrir Íslendinga á íslensku þetta svæði að þetta svæði að breyta svo gífurlega mikið og þess vegna datt mér í huga að það væri kannski gott fyrir sjálfan mig að setja niður á blað sögu þessa svæðis á 20. öld, hver hafa verið helstu stef þessa svæðis, hver hafa verið helstu vandamáls þessa svæðis, hvaða úrlausnir hafa verið leitað, hefur fólk leitað á þessu slóðum og hvað hefur fólk fengið út úr því. Og ég skrifaði þessi bók í sumar, hún kom bara núna út hérna á dögunum og það sjaldan eða aldrei finnst manni og fólk sem í mínu fagi okkur finnst því svo sjaldan ef aldrei hafa verið jafn mörg óveðurský sem hafa verið að hrannast upp á þessu slóðum og við höfum í raun og veru mjög miklar áhyggjur af stöðunni eins og hann Það ekki bara áhyggjur af þessu efnahagslega séð eða pólitíslega séð eða öryggismálin eða stríðsmálin, umhverfismálin, heldur bara líka svona menningarleg kreppa sem að eiga sér stað á þessum slóðum og þessi kreppa ekki bara sem snýst að þetta mun eitthvað afmarkast við þessi svæði, heldur líka að hversu miklu leyti þessi kreppa mun hafa einhver dómina áhrif á okkur öll hér í Evrópu eða í Norður-Ameríku, Afríku eða annars staðar í Asíu. Tökum til dæmis bara svo við förum aðeins bara í það sem að gerast akkúrat í dag. Til dæmis fréttin Íslendinginn, þá kom ykkur fréttur það var Íslendingur sem lést sennilega að verist vera í Sýrlandi, hafði frétt þessa frétt. Hún ekki fengið staðfest ennþá, en Íslendingur, það eru fréttir í tyrknesku tölunum, var að berjast með YPG samtökin sem kúrneska sveitir í norðausturhluta Sýrlands. Þar sem Kúrdar hafa búið á þessum slóðum, þetta mikið fjalllendi og mikið skóglendi og það hefur gert það að verkum að það hefur oft verið mjög erfitt fyrir ríkisvaldið að fara þangað inn til þess að skikka mennum til vegna þess að þetta var svona einangraður staður. Og þess vegna hafði þetta fólk sem bjóð þessum afskekkta stað haldið ákveð sérmenningu sín og hafði eigið tungumál og eigin menningu og þess áttar vegna þess að það var langt í burtu frá ríkisvaldinu og ríkisvaldið, sýrlenska ríkisvaldið var sífellt að reyna að hafa stjórn á þessu fólki sem það gekk ekki sérstaklega vel að hafa stjórn á þeim. Þegar arabíska vorið hefst síðan 2011 og síðan kemur inn til Sýrlands þessi svokallað Islamska ríki eða ISIS eða Daesh kemur þarna inn á þetta svæði, þá allt í einu byrja bardagarnir að hrannast þarna upp og þá allt í einu fara Daesh liðar sem upptilhópa arabar fara að líta hornauga á þessa Kúrda og þeir fara að líta á þá sem einhverja óvini og fara að ráðast á þá. Og þá allt í einu þessi flokkur fólks, Kúrda sem hefur verið fátækir, afskiptalausir, enginn hefði aldrei velt neinu yfir stöðu þeirra. Allt í einu fengu þeir gífurlega mikið vopn í hendurnar frá Bandaríkjamönnum, gífurlega mikið vopn frá Katar, Sameinaða arabíska furstadæmunum, allt í einu voru Rússar komnir þarna inn, allt í einu voru stórveldi komin að skipta sér að þeirra málum, að þeir voru álitnir að þeir væru góðir aðilar til þess að berjast gegn ISIS, Daesh, hið svokallað Islamska ríki. En síðan gerist það að þeir ná að sigrast á Daesh á sínum svæðum og fengu þarna fullt af vopnum. En sá sögðu þeir, heyrðu, við erum komið með vopn, við erum komið með reynslu, hvað við gera núna? Núna loksins getum við farið að vinna að okkar draum sem að búa til sjálfstæða þjóð Kúrda
hér á þessum slóðum. Loksins getum við fengið sjálfstæði, loksins getum við komið út úr skápnum, komið niður úr fjöllunum og búið til okkar eigin ríki. En þá bara annað ríki fyrir norðan, Tyrkland, sem lítur á þessa aðla sem já, þeir voru góðir til að ná fram berjast á Daesh. Núna eru Tyrkir, meðlimir í NATO og bandamenn Bandaríkjanna að ráðast á þessa sveitir hérna í Afrín sem voru bara bandamenn okkar í gær, eru skyndilega orðnir óvinir okkar núna og núna eru Tyrkir með þvílíkar aðgerðir gegn þessu svona varnarlausa fólki í þessu skólendi og fjalllendi vegna þess að Tyrkir líta svo á, þau les tyrknesk blöð í fjölminn þeirra, þá þetta bara hryðjuverkamenn, þetta bara nánast þess að Al-Qaida samtökin eru komið þeirra á milli og þessi YPG samtökin hafa ykkur samskipti við PKK samtökin Kúrda í Tyrklandi, þannig að núna eru Tyrkir að leggja allt sitt að hreinsa til þetta svæði. En Bandaríkjamenn segja, þetta eru góðir aðilar, þetta eru góðir málaaðilar, þess vegna þessi staður og svolítið alvarleg vegna þess að Bandaríkjamenn og Tyrkir sem eru bæðir í NATO núna farnir að berja svolítið sína milli á þessu slóðum. Síðan gerist það fyrir 3 vikur síðan, þetta svona gera hlutina rætt, fyrir 3 vikur síðan þá ákveður Rússar ykkur hluta vegna að þetta var orðið svolítið svona erfitt ástand og að þetta var orðið svolítið flókið. Þannig að þeir sem Rússarnir voru búin að halda svolítið verndarhendi yfir þessum Kúrdum að þeir ákveða að fara í burt og við það opnaðist gáttin fyrir Tyrkjafarðarinn og það ekki ólíklegt að ef þessi Íslandingur var hérna á þessu slóðum að við það að Rússar fóru að þarna þá gátu Tyrkjafarðarinn og tekið svolítið svona rassíu á þessum slóðum. Og þessi svæði algjörlega stjórnlaust og þessa Sýrland sem við sáum, þetta gamla forna menningaríki sem var tiltölulega stöðugt land núna breytast algjörlega í helvíti á jörðu. Þessi litla saga, þessi litla frásögn mjög ómerkilegt svæði. Þegar ég bjó í Sýrlandi 1992-93, þá fór ég með þarna til Afrín. Og þetta var bara, þú veist, fallegt, en það var ekkert raun að vera að sækja þarna. Þetta var mjög svona fátækt og ekki neitt spennandi að sjá þarna. En núna allt í einu þetta orðið þungamiðjan af heimspólitíkin, þar sem Rússar, Bandaríkjamenn, Tyrkir og aðrir að fara að skipta sér þarna að. Ég myndi segja núna við að sjá marga nýjar hliðar og marga nýjar straum og stefnur í Miðausturlöndum, þar sem nýjir aðilar að koma fram á sjónarsviðið. Og það sem kannski vandamáli og ástæðan fyrir því að við erum með svo mikla áhyggjur af stöðunni þarna í Sýrlandi og þessu nýja Miðausturlönd að Sýrland að mörguleyti borgarastyrjöld en í Sýrlandi þetta orðið svona staðgöngustríð þar sem stórveldin á svæðinu farin að berja svolítið hver eigi að ráða stöðunni í Miðausturlöndum og í Vestur-Asíu. Og þarna núna komnir, eins og ég sagði áðan, Tyrkir, Bandaríkjamenn, Ísraelar, Íranir, Kínverjar, Indverjar, Katarbúar, Sádi-Arabar og Egyptar komnir þarna inn ásamt Hezbollah samtökum Líbana komnir þarna inn og farnir að berja sína villi vegna þess að þeir líta svo á að ef einhver nær yfirhöndinni þarna í Sýrlandi þá það svona vísir lykillinn að ykkur í framtíðinni. Þeir að berjast og reyna að veru framtíð Asíu, akkúrat þarna í Sýrlandi. Og það má kannski, ef við viljum einfalda þetta mjög, það má kannski segja að línurnar eða liðin, ef við skiptum upp í 2 lið, þá eru 2 lið raun og veru sem að berjast þarna í Sýrlandi. Annars vegar það Íranir, Írakar, stjórn Sýrlendinga og Hezbollah samtökin í Líbanon, Shita muslimar sem að berjast þar og að reyna að styðja Sýrlandsforseta. Og hins vegar, þeir sem sunni megin, það að segja, þeir sem eins og Sádi-Arabar, Tyrkir og aðrir sem vilja bóla Sýrlandsforseta frá. Rússar hafa svo komið þarna inn og að styðja Írani, Líbani og Íraka og Sýrlandsstjórn vegna þess að þeir vilja
vera tilbúnir fyrir öld Asíu sem að koma og að Rússar koma til með að hafa puttan í öllu á þessum slóðum. Þannig að núna eru þeir komnir að mynda bandalög með þessum aðilum og Rússar eru að leggja svo mikla áherslu á þetta svæði vegna þess að þeir líta svo á að við erum búin að missa öll Austur-Asíu, Austur-Evrópu og við ætlum að hafa ítök í þessum bakgarði okkar þarna í Miðausturlöndum og Rússar eru að leggja verulega mikið fé og herafla í þessa baráttu. Á sama tíma eru Íranir, hið svokallaða islamska lýðveldi í Íran, eru líka að leggja töluverða peninga í Sýrland og þeir eru núna búin að koma ár sinni vel fyrir borð þarna í Sýrlandi. Þannig að stefnir í það að þeir munu ná viðhalda stöðu sinni á þessu slóðum, meðan aðrir eins og Tyrkir, Ísraelar og Bandaríkjamenn eru að reyna að hafa áhrif þarna á. En þetta, ástæðan fyrir við höfum svo mikla áhyggjur af þessu er vegna þess að hvað hefur orðið staðgöngustríð sögunar. Þegar við skoðum 20. öldina staðgöngustríð, oftast svona staðgöngustríð sem er gerast á litlum stað, en það sem stórveldin eigi hlut og eru með einhverja hagsmuni og eru komið svona fylkingar, oftast enda þannig staðgöngustríð að það verður einhver þróun að aðilar koma þarna inn og þess vegna hafa svo mikla áhyggjur af mun þetta breiðast út, að hversu miklu leyti munu Egyptar, Sýrlendingar, Tyrkir og aðrir mun baráttan fara þangað og þessi flóttamannastraumur sem við séð að hversu miklu leyti þetta bara toppurinn af ísjakanum. Síðustu árin myndi ég segja að þessi spenna hefur magnast til muna og því miður hefur séð þess svo glöggt að þessi ríki sem voru almennt séð stöðug ríki eru núna orðið upp til hópa stjórnlaus ríki. Nánast hvers sem þú ferði með Austurlöndum eru núna ríkin sem hafa komið sér upp sínum kerfum eru að halda uppi völdum gegnum herinn sinn og leynilögregluna sína, eru að reyna að halda uppi ykkur öryggisgæslu, en undir niður er allstaðar spenna. Ég var í Egyptalandi í byrjun janúar í 2 vikur í Egyptalandi, 80 til 90 miljón manna þjóð og allstaðar er herinn og hverju horni að fylgjast með fólki. Fólkið er að reyna að lifa lífinu og efnahagurinn er í algjöru kreppu enda byggir svo mikið að ferðamanna innan og hann hefur algjörlega hrunið. Ég var í Tyrklandi í byrjun febrúar og þar er líka mjög mikil spenna á þessum slóðum. Ég var í Íran nokkra daga, þar er líka heilmikil spenna vegna stöðunar á þessu svæði. Þannig hvers sem að fer í þessu stóru ríki, akkerisríki Miðausturlanda, þá erum við að sjá hérna nýja stöðu, svona tvíræða stöðu á þessu svæði. Þegar ég byrjaði í þessum fræðum, þá var það tiltölulega auðvelt, þá var það tiltölulega friðsælt svæði. Ég bjó í Sýrlandi milli 92 til 93 og þá gat maður ferðast nánast út öll Miðausturlönd án þess að spyrja kóng né prest, það hjálpar reyndar ég um íslenskt vegabréf. Og það opnaði svo sannlega margar dyr og þetta fóru rosalega taugarnar á breskum og bandarískum kollegum mínum sem þeir höfðu ekki aðgang að Líbanon til dæmis. Það var rosa vesen fyrir það að fara í Vesturbakkana og rosa mikið vesen fyrir þá að fara í sumsvæði í Tyrklandi. En fyrir okkur Íslendinga var allt opið og þess vegna var ég aftur spurður býttu er íslenska vegabréf alvöru vegabréf? Kemur eitthvað annar staðar frá? Og hvaðan er þetta? Og síðan á arabísku þá er Íslanda, nafnið fyrir Ísland, það er ekki beint gegnsætt. Af því ef þú segir til dæmis Ísland eða Æsland, þú veist, þá getur, ef þú veist ekki hvað Ísland er, en ykkur á ensku Æsland, land Ísis, þá veistu, vantilega fyrir norðan, ykkur staðar. En á arabísku þá hefur þetta enga merkingu. Þannig að þið hafði ekki hugmyndum hvaðan ég var og hvað ég hafði. En núna, þegar ég var í Egyptalandi og í Tyrklandi og sagðist vera í Íslandi, þá var bara, já, Gylfi Sigurðsson. Þá vissu allir hvað Ísland var. Þannig að það er ekki lengur núna, það er ekki lengur hægt að fara huldu höfði með íslenskan passan í Miðausturlöndum, þökk sé strákunum okkar. En þegar ég var þarna fyrir 20 árum síðan, bjóð þarna fyrir 20 árum síðan, þá var staðan allt öðruvísi.
og ég myndi segja að á 10. áratugnum að þá erum við núna að sjá þessar breytingar sem eru núna komnir sko á svona suðupunkt að þegar maður lítur tilbaka þá kannski var suðan byrjað að koma upp en ykkur hluta vegna þá náðu þessu valdameiri miklu aðilar náðu að slökkva á suðunni og fóru aftur niður en síðan nú koma aftur upp núna en núna spurning svo hver nær að slökkva á suðunni. Það samfélag sem ég upplifði og það sem ég bjó með í Sýrlandi og ferðalögum mínum á 10. áratugnum, ég myndi segja að fyrir vel flesta aðila á þessum slóðum þá voru trúarbrögðin eitthvað sem voru svona einkamál. Trúarbrögðin var eitthvað sem, já, þú tilheyrði kannski sjálfsmyndinni, það var eitthvað sem þú kannski, þá komið stórhátíður og þá kannski skipti verið máli hverja trúa þú varst eða hvað trúardeild þú tilheyrðir. Það var ekki eitthvað sem þú varst endilega að draga fólki dilka hvort eftir því hvaða trúarbrögð það tilheyrði og eitthvað þess háttar. Og trúarbrögð voru álitin, sérstaklega í Sýrlandi og í Egyptalandi, ekki eitthvað svona pólitískt, eitthvað sem við ættum að berjast eða eitthvað sem trúarlegar atriði ætti eitthvað sem geti haft eitthvað að segja stjórnmál. En á 10. áratugnum erum við núna svona þegar við lítum tilbaka erum við farin að sjá að á 10. áratugnum þá fer að birtast í síauknum mæli aukin krafa að trúarbrögðin og þá í þessu tilfelli islam sem var að sjálfsögðu meirihluta trúarbrögð meirihluta íbúa þessum svæðum tilheyra islam að sú krafa að islam hefur eitthvað að segja samtíman islam hefur eitthvað að segja hið opinbera að islam í hefðinni hægt að finna einhver gildi einhver sannleik sem á við fyrir nútíma stofnanir og til að fara eftir. Og þetta var eitthvað sem var alls ekki til staðar. Alls ekki til staðar þegar ég var þarna í byrjun 1992 til 1993. Vel flest þessi ríki sem ég ferðast í voru veraldleg ríki og ef fólk var eitthvað spá í trúmál þá var það bara á sunnudögum, það er að segja á föstudögum eða stór hátíðir. Þannig hvers vegna kemur þessi mikla breyting? Því núna hvers sem þú ferð Austurlönd þá var sko í öllum fjölmiðlum ef þú ferð og horfir á sjónvarpið þá eru kannski 10-15 rásir sem hægt að velja og þar að vera svona 5 eða 6 af þessum 15 eru svona rásir þar sem ykkur að þylja kóraninn að veita góð ráð hvað þú átt að gera í þínu daglega lífi og hvað má ekki gera og hvað má ekki gera. Það komið svona eins aukin krafa hvernig þú átt að ganga í hversdagsleikum þú átt að láta vaksa skegg til dæmis og það munir karlmenn ganga núna með skegg í Miðausturlöndum og það til marks það að ég er trúaður og þetta er eitthvað sem Guði þóknanleg. Að sjálfsögðu hefur líka orðið mikil uppgangur og notkun slæðunar að ef þú fer út fyrir húsins dyr að þá verður þú gjörsa vel að vera mjög sýnileg og að með því að ganga með slæðuna þá ertu að sýna það að þú ert trúuð og tekur trú þína alvarlega. Þetta var eitthvað sem maður sá ekki fyrir 20-30 árum. Slæðan var eitthvað sem annarkvort bara eitthvað gamla konur út í sveit gengu með, eitthvað sem tilheyrði ekki nútímanum, tilheyrði ekki fólkinu í dreifbílinu. Þetta hefur breyst mjög mikið og það bara orðið svo mikil pressa á þig sem einstakling, hvort sem þið ungur eða gamall, kall eða kona, að þú ert sýnilegur að taka þátt í þessu hlutverki að vera sýnilega að halda í gömlu góðu gildin. Þannig pressan að láta vaksa á sér skegg, pressan fyrir unga konu að ganga með slæðuna orðið slík að það bara nánast ganga allir með þetta. Og þá er það spurningin, þegar maður gengur svona Kaíró eða Istanbul og sér annað hvern mann með skegg og hverja konu með slæðuna, á maður að meta sem svo að allir sé trúaðir hérna á þessum slóðum, eru allir að gera þetta heilum hug, eru að gera þetta er eitthvað sem er pólitískt, allir er þetta vegna þess að trúa að trúin eigi að spila eitthvað stóru hlutverk í stjórnmálum, það er svolítið erfitt að segja. Hins vegar er það einkennandi fyrir marga sem eru í þessu að vaksa þessu skeggi að ganga með slæðuna að þeir telja að með þessu eru þeir að ganga ákveðnum skrefum í framtíðina. Með þessu eru það að skapa ákveðna sjálfsmynd, svona sjálfsagða sjálfsmynd sem þeir telja sé sterk,
er byggð á gömlum grunni, eitthvað sem tilheyrir hefðinni og eitthvað sem samræmist alveg nútímanum. Þetta er ekki eitthvað sem frá 1700 surkól, nei, þetta er eitthvað sem við að gera nú. Og að mörguleiti er þetta kannski höfnun á ákveðnum nútíma, þetta er svona ákveðin svona, þið finna í þessu eitthvað svona vernd, eitthvað svona skjól frá amstur hversdagsleikans og þeir telja með þessu munum við sameinast með þessum hætti til þess að ná ykkur í frá. Og það sló mig mjög þegar ég var til dæmis í Egyptalandi og í Istanbul, bara að tala við til venjulegt fólk, hversu svona gagnrýnin það var á okkur Vesturlandabúa og voru að gagnrýna okkur með allt öðrum hætti heldur en þau gerðu fyrir 20 og 30 árum síðan. Þau varst að ferðast þetta svæði fyrir 20 og 30 árum síðan, þá var að vera að gagnrýna okkur fyrir yfirgang hernaðarlega séð. Og hvað það að gera, okkur að styðja Ísraela með þessum hætti, okkur þið að senda hersveitir þína ykkar þangað, okkur að styðja við þessar, þú veist, þið voru að gagnrýna utanríkismálastefnu okkar og það er alveg sjálfsagt að vera gagnrýna hana, auðvitað að vera kritísk á stjórnmálastefnu stórveldina og okkar. Núna var komið svolítið pirringur í svona menningarlega heimsvaldastefnu. Þeir líta svo á að kannski þessu hroki sem við höfum og þetta svona við erum glæsilegust og samfélag okkar eru best og það kerfi sem við komum upp hér svo frábær og við eigum að breiða út þann boðskap óháð stað og stund að fólk farið að gagnrýna að það ekki bara hermennirnir sem eru með svona vafasaman boðskap heldur líka fyrirtæki eða menningarstofnanir, menningarafurðir, sápuóperur, kvikmyndur, föt, tíska, hvað við teljum sé fallegt, hver hinn æskilegi karlmaður, hver svona fyrirmynda kvenmaður. Þetta eitthvað sem þeim finnst eins og hroki okkar að stilla þessu upp sem eitthvað æskilegu og sem felst í þá mikil gagnrýni á þá og þeir segja þessu verðum að hafna. Við þolum ekki lengur þennan hroka frá okkur. Og ég verð að viðurkenna, ég var svolítið fyrir sjokki. Að ég hef alltaf verið svona sammála, svona tölum utanríkisstefnuna hvernig að gera. En núna kom ég þarna sem hvítur, miðaldra, gráherður, karlmaður. Þá var ég bara svona birtingamynd hrokans. Og ég var þá bara birtingamynd allsins versta í heiminum. Og þeir segja, menn eins og þú hafa breytt heiminum til hins verra og gert það verkum að eitthvað eins og ég í ömurlegri aðstöðu og gert hvergi farið. Og hvað átti ég að segja við þessa gagnrýni? Ég get alla lítið sagt, ég get ekki mikið sagt. Ég get ekki sagt, já, þið verður nú endilega taka á að vera duglegri og vinna meira og þess vegna auðvitað get ekki sagt það. Ef þú ferðum þess að slæði, fólk sífellt að vinna, það rosalega duglegt. Það vill vinna, það vill fá okkur að vinna. En þessi gagnrýni við verðum að taka svolítið á þeirna. Að hversu miklu leyti við orðin of hrokafull í afstöðu okkar til heimsins, í afstöðu okkar til þess kerfi sem við höfum kapitalisman og allt sem við höfum bara tökum núna sem sjálfsagðan hlut. Þannig að þetta var svolítið breytt. Það er ekki þannig að þeir ætluðu að gera eitthvað við mig, en þeir voru að gagnrýna mig með nýstarlegum hætti. Síðan var annað sem kom mér líka á óvart, þetta með það að við þekktu Gylfa Sigurðsson og fleiri, að þeir fylgjast mjög vel með því sem að gerast hér á Vesturlöndum. Kannski ekki endilega Ísland, en með Ísland. Þeir eru þeim upplýstari okkur en við þau. Og af hverju eru við ekki eins upplýst þau eins og þau okkur? Er það kannski vegna þess að við erum hrokafull? Eða bara okkur finnst menning þeirra ekki það merkileg? Eða þau hafa ekkert upp að dekka að gera? Þetta er eitt af því sem við kannski verðum að spyrja. Þetta er alveg góð, gild spurning. Og síðan að lokum þegar þau voru að tala við mig, sem var svona mjög erfið gagnrýni. Þú veist, af hverju lítið á mig, sagði Egyptinn, svona tortryggni með augum.
Af hverju ég hryðjuverkamaður? Af hverju ég vondi gæni í þínum augum? Hvað hef ég gert og þess og þar? Af hverju svo erfitt fyrir mig að fara til Vesturland? Af hverju get ekki lært verkfræði í Þýskalandi? Það vonlaust fyrir mig að fá vegabréfsáritun. Af hverju? Af hverju það skortur á hæfu fólk þess að allsstaðar í Evrópu í þjónustustörfum og þess vegna okkur vil ekki hleypa okkur að auðafum ykkar og þjónustu ykkar. Og ég verð að viðurkenna, ég vissi ekki raun að vera hvað ætti að segja í þessu sambandi. Þannig að meðan að við erum að staðan alveg gífurlega alvarleg, efnahagslega, félagslega, stjórnmálalega, öryggisástandið alveg skelfilegt og umhverfismálin eru í algjörlega lamasessi. Þegar þú skoðar Níl-ána og hvernig vatnsmagn hefur minnkað mikið, þegar þú skoðar stóra ár í Íran og það bara nánast búin að þarna upp, og þegar þú skoðar vatnsframboð af aðgangur af vatni í Tyrklandi til dæmis, það hefur minnkað til muna á síðustu árum og þess áhrif vatnsmagnið og vatnsbólin, þau hafa minnkað og fólksfjölgunin að fjölga, þá sér maður bara að þetta tvennt, þetta á ekki eftir að fara vel saman í framtíðinni. Þannig að óveðurskynir hrannast upp, en ég vil samt enda á jákvæðum nótum. Og þessa jákvæða nót sem ég vil enda á að á sama tíma, og það svo margt sem neikvætt, að sjá þarna margar neikvæða breytingar á þessum slóðum, svo mikið sem hægt að hafa verulegar áhyggjur af. Þá á sama tíma ýmislegt í gangi þarna sem við áttum okkur endilega ekki á, hér á Íslandi og í Evrópu. Og það einkum þrennt. Og þeir sem ég var að tala við núna bara í síðasta mánuði voru vel flestir sammála þessu, og þetta var það sem veitti þeim kannski einhverja glætu, eða það var tilbúin til smá bjartsýnis í framtíðinni. Í fyrsta lagi þá voru flestir þarna í Miðausturlöndum algjörlega á því að 21. öldin verður öld Asíu. Meðan þeir segja 20. öldin var öld Evrópu og Norður-Ameríku, en 21. öldin verður öld Asíu. Og ef við skoðum uppgang Asíu, Austur-Asíu, Suður-Asíu, Suðaustur-Asíu og núna Vestur-Asíu, þá kannski töluvert í því að þarna þetta framtíðin liggur svolítið í Asíu. Ef þið farið á flugvöllinn í Dubai eða Doha eða í Abu Dhabi og sjáðu hvert flugvöllin að fljúga, þá Evrópa og Norður-Ameríka, það bara neðanmálsgrein. Þetta hvar aksjónið? Ef þið farið að skoðið skipafréttir og skoðið hvert stóru flutningaskipin að sigla, hvert farað með vörur og þess og þar. Já, það ennþá mikið að gerast í Norður-Atlantshafi og í Kyrrahafinu, en skoðið hreyfingarnar milli Kína og Afríku og Miðausturland og Indlands og Suðaustur-Asíu. Og íbúar Miðausturlandi ég myndi að segja, við tilheyrum Norður-Afríku og við tilheyrum Asíu, og við vorum sterk fyrir 2000 árum, 3000 árum, þegar við vorum í þessu millibil, vorum tengiliðir milli austurs og vesturs. Og þar alveg lítum við svo á að í framtíðin, ef Asía rísandi veldi og Evrópa dvínandi veldi, að við verum betur í stakk búin til að takast á við framtíðina, ef við lifum hana af. Númer 2, það komið núna ný kynslóð í Miðausturlöndum, ung kynslóð, sem tiltölulega velmenntuð, hefur haft aðgang að menntun. Skólaganga nokkuð almenn. Ef þú hitt eitthvað sem fæðst 1920 til 1930, þá það til dæmis hending hvort viðkomandi sé læs. Núna, ef þú hittir eitthvað sem yngri en 30, þá kunna allir að lesa. Þannig að menntun almenn. Og hvað þetta fólk að lesa? Þetta fólk, þessi unga kynslóð, hún hefur aðgang að nýjum upplýsingum. Hún þarf ekki lengur að treysta á upplýsingar frá stjórnvöldum. Það ekki bara ríkisfjölmiðlar. Þar alveg til dæmis Kúrdarnir í Afrín héraði
í Sýrlandi sem voru svona mjög afskekktustaður, þurftu að lesa ykkur blöð og ríkisútvarp Sýrlendinga og þaðan fengur allar upplýsingarinn um heiminn. Núna, þá alheimurinn opinn fyrir þá og þeir eru að safna sér upplýsingar, eru upplýstar um heiminn. Og þetta getur náttúrulega verið tvíeggjarsverð. Þetta getur leitt til þess að þeir verða að sjá hvað aðrir hafa og hvað þeir hafa ekki og þá verða reiðir og vilja fá einhverja breytingu. Eða þeir afla sér upplýsinga og þekkinga sem núna aðgengileg víða. Og þeir þurfa ekki að gera það í gegnum ríkisvaldið. Ríkisvaldið fram til 21. aldarinnar hafði einokun á ofbeldi en hún hafði líka einokun á upplýsingum. En núna hefur ríkisvaldið ekki einokun á ofbeldi því miður sem kannski leiðir til einhverju stórleysis en hefur líka ekki einokun á upplýsingum. Og við erum ennþá svona í starthólum þannig við vitum ekki hvaða áhrif mun þetta hafa á þessi nýja upplýsingaöld sem við búum á, þessi mikilla upplýsingaöld eða ofur upplýsingaöld eða hvaða áhrif mun þetta hafa á framtíðina. En þessi nýja kynslóð sem var svo hefur aðgang að þessu upplýsingu, hún svo öðruvísi heldur en kynslóð sem kannski fæddist svona upp úr 1960 og 1970 vegna þess að þeir eru mjög krítískir á þessar upplýsingar. Þeir trúa raun og veru engu sem þeir sjá í fréttum vegna þess allar þær fréttir sem þeir fengu voru frá ríkisvaldinu og þetta var það sem allt áráður. Þannig þeir bara ólust þannig upp að allar fréttir bara áráður og þess og þar. Þannig þeir eru mjög krítískar upplýsingar og eru þess vegna að reyna að nýta sér upplýsingar sér í hag. Þannig að þetta eitt af því sem við svolítið svona má kannski velta fyrir sér að hversu miklu leyti þetta mun breyta efnahagslegu og pólitísku stöðu á þessu svæði. Að lokum, er ég búinn að segja á lokum mörgum sinnum eða? Þá það rúsínan í pylsunum. Ástæðan fyrir sem má kannski sjá ykkur að lætu og hvað verður ofan á, að þessar spurningar nútíman og hver ég og sjálfsmynd mín og hver er hlutverk trúarinnar eða hver er hlutahefðarinn í nútíma samfélögum, að þessar samræður eru búin að vera í gangi núna nokkuð lengi. Og það sem við sjáum núna að þetta svolítið svona, þetta kannski svona eins og dialektík, að það eitthvað svona ráðandi hugmyndafræði sem kemur ný hugmyndafræði sem breytir henni en það sem kannski einkennandi þessu umræðu að þessi umræða hefur verið lengi við lýði og þar af leiðandi þetta eitthvað sem kannski jákvætt skref að fólk í sífelldri endurskoðun hver ég, hver hlutverk trúarinn í nútíðum samfélagunum, hvaða hlutverk hefur hefðin í stofnunum landsins og þess og þar. Það er þessi tilfinning að við erum ekki búin að útkljá öll mál. Það svolítið svona spennandi. Það er ekki svona, við erum ríkið svona sátt allt, það bara svona tækniatriði, skattar 4,5% eða 4,3%. Það er ekki svona tækniútfærsla, það er ennþá verið að ræða stóru málin sem kannski ekki allstað til staðar á Vesturlöndum þar sem stjórnmál meiri svona tæknilega útfærslur hinn á þessu málum, hinn á þessu stefnumálum, en almennt ríkir sátt svona stóru málin, kannski má segja. Í Vesturlöndum svona þessi gerjun. Og þetta getur verið svolítið spennandi og það er kannski svona til marks heilbrigt samfélag sem fólk sífellt að deila þessi atriði. Þannig kannski getum við litið á þetta jákvæðum augum í framtíðinni. Þannig að þessum nótum þegar systir minn komin, þá ætla ég hætta að tala og þannig ég hlakka til að fá frá ykkur frekari spurningar eða athugasemdir og spátum ykkar framtíðina. Takk fyrir.